Hey Jökull, 2-1 hérna á móti Pæt á heimavelli, bara fyrstu viðbrögð eftir leik. Bara margt gott og ég held að við séum allir svolítið svekktir að vera ekki að fara með fórustuna sem við unnum fyrir, sem að hefði þetta verið allavega 2 mörk. Og það var bara eitt að gera það, að stígu upp og gera meira úti og taka það sem er okkar. Þetta mark sem er dæmt af ykkur þarna, hvernig birtist þetta þér, þín meining? Mér finnst það bara glórulaust. Mér finnst það bara að vera mark og þetta á að fá að standa og bara get ekki með nokkrum móti skilja að þetta sé fá ekki að standa. Þið búin að fá ykkur útskýringar á þessum dóm eða þetta sást mjög illa? Hvað gerist þarna? Nei, það þýðir ekki neitt. Það er bara, stundum er þetta bara svona og það þarf ekki að væli við því. Við förum bara og gerum þeim betur úti. Þannig að við erum klárir í það, tökum leik helgina og svo förum við bara óteppaðir út og tökum það sem við teljum vera okkar. Þið ía núna á milli, hvernig svona leggst það ykkur? Það er hörku leikur, hvernig farið þið í hann? Við förum bara all in. Við tökum okkur rólegandi á morgun og reynum að jafna okkur. Menn fara í nudd og ná sér aðeins niður og svo bara undirbúa okkur laugardaginn og bara gerum okkur klára í hörkuleik. Þessi útileikur, þið sáu það nú síðast að dýrmætt að fara út með fórustu. Hvernig farið þið svona, breytir það eitthvað gameplaninu fyrir seinni leikinn eða farið þið bara all in í þann leik líka? Við förum bara all in, það er ekkert annað að gera. Við fórum aðeins passivt síðast og það gekk ekki. Það er alltaf líkur að við bara spilum okkar leik og förum til að vinna leikinn. Þeir fá frí núna á milli, heldur það geti haft eitthvað áhrif í seinni leiknum? Já, gæti alveg gert það. Það væri óskandi ef við fengjum frí á milli. Við fundum það síðast að þó að svona gameplanið hafði þessi ekki gengið upp úti að þá vorum við orkumiklir og ferskir. Og það hjálpaði, þannig að getur alveg skipt ykkur en það þýðir ekkert að vera að pæla í því. Það er þá bara að grafa dýpra. Þið haldið áfram að skipta markmann í Evrópu og svo heima. Hvernig ætlið þið haldið áfram að gera það og er eitthvað ástæði fyrir því? Þetta eru bara 2 frábæri markmenn sem hafa spilað mjög vel. Árni hefur spilað mjög vel í sumar og hann hefur svolítið liðið fyrir bara kannski lélegan varnarleiki og liðinu í nokkrum leikjum. Og þá lítur tölfræðin hans illa út og hann er ekki tekinn út vegna hennar. Matthías er búinn að spila vel og átti bara mörguleiti skilja að fá fleiri leiki og þá erum við 2 markmenn sem eiga skilja að fá fullt af leikjum og við reynum að gera það eins vel og getum. Svo aðeins í lokin af félagsskiptaglugganum, ætlið ykkur að gera eitthvað meira á honum? Þið eru búin að fá inn 2 leikmenn núna, ætlið að sjáum fyrir ykkur að sækja fleiri? Það á bara eftir að koma í ljós. Ég held að við erum frábær hópur, stór hópur og það þarf að vera einhver leikmann sem ýtir vel við bæði hópnum og liðinu og bara passar vel inn og þá myndum við auðvitað skoða það en að öðru leyti erum við bara mjög ánægðir með hópinn.